Agnes Lilja Rakel, þú varst mjög hrifin af henni í þessum leik. Já, og það einmitt, sko, hún ung stelpa, heldur hún sé ekki nema 17 ára gömul og stórt hlutverk í þessum leik. Frábær hreyfing. Frábær hreyfing, þetta er mjög efnileg skytta og svona virkar á mig líka sem mjög sterkur karakter, þú veist, fagnar öllu vel og svona kraftur í henni og hún fyrstilega bara með frábært framlag sóknarlega. Með 4 mörk og fiskavíti þarna, en það var líka varnarlega. Hún spilar þarna fyrir framann í þessari 5-1 vörn sem við vorum að tala og gerir það algjörlega frábærlega. Af því það er ekkert alveg allir sem hafa gott vald á þessu að spila hennan center. Hún gerir þetta alveg gríðarlega vel, þannig að gaman að sjá bara svona unga leikmann með stórt framlag í svona góðum leik. Og náttúrulega Sandra Erlingsdóttir náttúrulega með 10 marka leik og er þetta besta liðsframmistaða IBF á leiktíðinni? Þær eru búin að spila vel en þarna gerir maður kannski, maður var að hugsa, þakið, þær eru ekki enn búin að ná þakinu sínu. Já, það er meira þarna inni. Ég hugsaði einmitt þegar ég horfði á leik, þetta var ekki bara Sandra og einhvern veginn og kannski Birna með eða eitthvað þannig eins og þetta er ekki kannski bara búið að vera þannig, ósækjart að segja það inn í haust, en þetta hefur bara verið gríðarlega mikið á einu Söndru, en núna var bara framlag frá fleirum. Við sáum með Agnesi, Alexandra var að nýta hornafæri sín vel, við vorum línuspil, bara þétt liðsframmistaða og mér finnst IBF-liðið vera, já, í bætingu. Það var smá sveiflukenndar í haust, en mér finnst það verið bætingu núna og ég er sammála. Það er eins og að reyja eftir að svona ná upp í þakið sitt.